Þegar tíðin svona góð þá svo freistandi að fara inn í gróðrastöðvar eða gróðurhús og sjá hvernig gengur að rækta sumarblómin. Ég komin hérna í gróðrastöðuna í Laugamýri í Skagafirði og við skulum kíkja inn fyrir. Hér allt í blóma og hérna þú sem að ræður hér ríkjum. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Þú ert búin að vera að setja þetta í ræktun síðan hvenær byrjaðirðu? Ég byrja í svona miðjan janúar. Gera græðlinga og hérna sá. Já. Og hvað ertu með fjölbreytt úrval af svona sumarblómum? Hefurðu talið það saman? Nei, ég hef ekki talið það saman. En það er ótrúlega margar tegundir. Og þú ert að gera þetta svolítið svona upp á gamla mátann, get ég ekki sagt það? Þetta er ekki einhver framleiðsla hjá þér? Nei, það er rosalega margar tegundir en frekar lítið af hverju. Og hefurðu mest verið að rækta svona fyrir heimamarkaðinn hérna í Skagafirði? Já, það er Blöndós og það er Sauðárkrókur og svo er hérna Siglufjörður og Ólafsfjörður, þeir eru ákaflega duglegir. Þeim finnst ákaflega gaman að skreyta og hérna svo er eitthvað á Akureyri. Sko ræktun hér á þessum stað þar sem að heita vatni gjörsamlega bullast hérna undir jörðinni, er það ekki? Það kom eiginlega bara sjálfu sér eða hvað? Já, afi minn byrjaði með þetta fyrirtæki og þá var hérna nýtt heita vatnið og í byrjun voru bara húsin, þau voru ekkert há sko. Nei. Það var eingöngu, þau voru steyptir svona eins og flórar eða svoleiðis, bara sem að í svona mannshæði eða svoleiðis og sett bara ris og jörðin notið sem borð til þess að nýta hitann betur. Og seinna voru húsin byggð í svona manngengri eða svona alvöru hæð sko. Já. Er það þá eftir að mamma þín tekur við eða hvað? Já, hann var nú reyndar búinn að byggja þó nokkuð mörg hús en móðir mín breytti og byggði þetta hús sem er svona sambygging. Þannig að ég get alveg fullyrt að þú ert með græna fingur. Ég veit ekki hvort ég veit það nú ekki. Já, þriðji ættliður. Já, það er samt ekki alveg sama sem merkið þar á milli. Það var svona ekki alveg það sem ég var í. Nei, þú varst reyndar búin að mennta því eitthvað allt annað. Já. Ég byrjaði bara hérna fyrir 3 árum. Já. Og það komi kannski ekki til út á góðu ef að hættir að segja þannig? Nei, ekki hægt að segja það. Móðir mín lenti í alvarlegu bílslysi og það var akkurat í janúar þegar átti að byrja allt saman. Og þá var það eiginlega annarkvort að taka við það ár og leyfinni að ákveða hvað hún ætlaði að gera við þetta. Annars hefði verið bara lokað og ekkert hægt að gera meira, eða semst það árið. Þannig að þú komst tilbaka og settir þetta af stað. Já. Og þú ert örugglega búin að læra margt á þessum 3 árum. Já, ég held að ég hafi lært eiginlega langmest á þessum bara mjög skömmum tíma, en ég var aldrei við þetta neitt áður. Nei. Það var alveg hægt að alast einn upp á þess að vera mikið við. Jú, við krakkarnir fengum nú alveg að vinna hérna sko. Já. En ég man eftir að við vorum nú dálítið mikið í því að forðast það. Það var ekki alveg í uppáhaldi sko. Nei. En segðu mér aðeins svona, hvað ertu með í pottanum? Hvaða plöntur eru þetta? Ég er bara með ýmsar tegundir af hengiplöntum og svo sumarblómum. Þetta er í allum stærðum og gerðum og þannig að það er nú svona bara sitt líka hvoru. Hvað er svona vinsælast af hengiplöntunum? Ég held að hengipetanjan sé kannski, hún á nú eftir að stækka ansi mikið meira núna, en Og verður hún að fá að gera það hér inni eða gæti ég tekja hana? Nei, það er ekkert. Við setjum þau út til að og herðum þau til þess að þau fáum ekki bara þannig að þau séu harðari þegar það er komið í sölu. Eru þetta allt saman bara sumarblóm, þetta er ekki fjölærblóm? Já, þetta er bara sumarblóm sem er í þessum húsum. Já, og hér eru sko stjúpurnar í löngum röðum alveg. Já, þetta hús er nú yfirleitt aðalega bara fullt af stjúpum. Já, er ekki dálítið smart að hafa svona eitthvað sem er hærra á bakvið? Jú, það er yfirleitt kannski sett eitthvað hærra í miðjuna
Já. Og það náttúrulega getur verið allar, sko, það getur náttúrulega verið ótrúlega marga tegundir, sko, Já. sem eru fínar í miðju. Sýndu mér eitthvað sem ég geti sett í miðjuna. Segðu mér aðeins frá þessu, þetta er svo margt. Hvaða blóm eru þetta? Hérna er sólbrúður og svo er hérna flauelsblóm og standpetonía og hérna er snædrífa. Það er svona, hún er til ég á hana til í 3 litum. Jæja, hér ertu að bjóða mér inn í alveg mjög svona, ég geti verið á Ítalíu þess vegna, er það ekki? Það er vínviður í loftinu og allt að gerast. Já, það er svona sitt lítið á hvoru, svona eins og flestu stöðum. Þessi vínviður, ef við byrjum bara á honum, hvað er þetta gamalt? Heyrðu, afi mín og amma settu þetta niður og þetta er orðið held ég 48 ára núna. Já. Og gefur af sér svona, þvílíku klassana. Já, það var það búið að vera rosa uppskera síðustu 3 árin og náttúrulega fleiri ár, sko, það búið að moka ákaflega mikið af þeim, en ég held að þetta sé fyrsta árið núna sem það eru aðeins að fara svona dvína. Jæja, en hér er þetta, hvað er þetta? Þetta eru, já, tómatar. Við höfum bara svona smá af tómatum og gúrkum og vínberum og svona til þess að hafa aðeins með í sölu. Já. Í sölu tímabilinu. Þetta eru dvergar. Já. Þessir. Já, þú meinar þetta er þetta sérstök tegund eða er þetta bara? Já. Þetta eru dverggúrkur. Og er það öðruvísa bragði heldur en hinar, venjulegu? Nei, ég hef allavega ekki heyrt af því. Þannig að nú sleppum maður við að kaupa hálfa gúrku, maður bara getur keypt svona dverggúrku. Já. Já, þetta var mjög fróðlegt að fá að kíkja hérna til þín á Laugumýri og sjá þetta og hérna. Nú bara sjá hvernig plönturnar pluma sig svo þegar þeir eru komna frá þér. Já, það verður að koma í ljós. Já, en takk fyrir að hleypa okkur inn og sýna okkur þetta allt saman. Já, takk fyrir komuna.